hækka síðustu töskipti? Já, einmitt. Ok. Og klukkan var 5. Góðan daginn. Velkomin á fund bæjarstjórnar númer 507 sem haldin er fundarsal bæjarstjórnar í stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði. Í dag er 19. janúar og klukkan er 5. Á dagskrá í dag eru 6 mál og 4 fundargerðir sem eru lagðar fram. Mætt eru Gylfi Ólafsson, aðalmaður, Jóhann Birkir Helgason, aðalmaður, Kristján Þór Kristjánsson, aðalmaður, Nanni Arna Guðmundsdóttir, aðalmaður, Magnús Einar Magnússon, aðalmaður, Steinunn Guðný Einarsdóttir, aðalmaður, Elísabet Samúelsdóttir, aðalmaður, Þorbjörn Jóhannesson, vara마ður og Arnar Lóra bæjarstjóri. Starfsmaður fundarins er Bryndís Ósk Jónsdóttir. Fyrsta mál er Stúdentagarðar Háskólasetur Vestfjarða á Ísafirði. Það er tillaga frá fundi bæjarráðs nr. 1226 sem haldin var 16. janúar 2023 að bæjarstjórn samþykki erindi formanns stjórnar Stúdentagarða Háskólasetur Vestfjarðar HESE hækkun stofnframlags með hliðsjón af endurmati HMS að stofnvirði 40 íbúa nemendagarða á Ísafirði en nýtt stofnvirði er 917.439.041 og endurreiknað 12% stofnframlag Ísafjarðarbæjar yrði þannig 116.572.685 eða hækkun upp á 23.174.138. Orðið er laust. Svo vel. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, þetta er eitt af þeim verkefnum sem við erum bara þátttakendur í og eigum í 12%. Og mér langar nú kannski bara að segja frá því að þegar háskólasetur sækir fyrst þá var upphæðin nálægt þessu en var tekin niður af HMS þannig að nú er bara að vera að hækka hana aftur en þetta byggjur út af því að við samþykjum þetta erindi og það er til að segja það að byggingakostnaðurinn hafi verið vanáætlaður. Það var það náttúrulega ekki í upphaflegri umsókn, svo það sé sagt. Og svo hafa þetta orðið hækkanir eftir að umsóknin var samþykkt og ég held að sé ekkert annað að gera en að samþykja þetta. Þetta er bara eign okkar sem áttur að vaksa. Þetta er bara 12%. Þannig að það er þetta skiptir máli fyrir okkur að kostnaðaráætlun sé rétt og sé réttust. En háskólagarðarnir, stúdentagarðarnir munu þetta alltaf taka eitthvað á sig í þessum hækkunum öllum. Þannig að við bara vonum að það gangi eftir. Þannig að ég legg þetta til að við samþykjum þetta erindi frá HMS og stúdentagarðum Háskólaseturs Vestfjarða. Fleiri sem vilja? Kristján, gjörðu svo vel. Já, forseti bæjarfulltrúar stutt bara svo ég skilji þetta rétt eða hvernig næstu skref eru nú eða kostnaðaráætlun til að hækka ennþá meira þegar að líður að framkvæmdum og þar er að panta annars slíkt erum við skuldbundin í að taka alltaf þátt í 12% sama hvernig verðið fer eða hvernig það verður eða erum við bara að samþykkja þennan hluta og ef það fer fram úr áætlun þarf þá að koma að beiðni eða taka þá hinir það bara kostnað á sig og er hægt að segja nei þá einhverjum tímapunkti. Einhver sem vil svara? Já, Arnar, gjörðu svo vel. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, þetta var nú góð spurning. Að því við erum þetta bara að samþykkja þennan kostnað og það er ekki hægt að segja yfir það að við fáum ekki annað svona, fá kannski ekki annað svona bréf en og við erum ekkert í alltaf góðri stöðu til þess að treysta því að þessi áætlun sem liggur fyrir hún haldi því við eigum þetta ekki manneskju stjórn. Það var rætt sérstaklega fyrir einhvern tíma að við myndum ekki taka sæti í stjórn og það var meðvituð ákvörðun hjá okkur. Þannig að við leggjum þetta svolítið okkar traust á stjórn Stúdentagarða Háskólaseturs Vestfjarða að þau fylgi sinni kostnaðaráætlun. En ég get ekki svari fyrir það að það mun ekki koma til frekara beiðni þessu tagi en að sjálfsögðu vona ég ekki. Fleiri sem vilja tala undir þessum lið. Svo er ekki, þá ber ég tillögun upp til atkvæða, gefum mér merki sem eru og það er
Samþykkt. Nanni, ég sá ekki, já. Þá það mál nummer 2, viðaukar við fjárhagsáætlun 2023. Tillaga frá fundi bæjarráðs númer 1226 sem haldinn var þann 16. janúar 2023 að bæjarstjórn samþykki viðauka 1 við fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar 2023 endurmat stofnframlag Ísafjarðarbæjar til byggingar 40 íbúða nemendagarða á Ísafjarði með hliðsjón af samþykkt í mál númer 1 á fundinum. Viðaukinn tekur jafnframt á því að útgreiðsla fyrri helmings stofnframlags fór ekki fram á árinu 2022 eins og áætlað var. Auk tekjufærslu gatnagerðargjalda heldur mun þessi bókhaldsfærsla fara fram árið 2023. Orðið laust undir þessu lið. Það hefur engin beðið orðið. Ber ég þessa tillögu til atkvæða, gefið mér merki. Hún samþykkt einróma. Þá það mál nummer 3. Ósk skipulagsbreytingu við Mjólká. Tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar nr. 600 sem framfór 12. janúar 2023 að bæjarstjórn heimili auglýsingu skipulagslýsingar samkvæmt 1. málsgrein 36. grein skipulagslaga 123/2010 og samkvæmt lögum umhverfismat framkvæmda og áætlunar nr. 111/2021. Orðið laust undir þessu lið. Arnar Lár, gjörðu svo vel. Já, forseti ágæti bæjarfulltrúar, við erum hérna til umfjöllunar skipulagslýsingu varðandi Mjólká og sem við leggjum til að við samþykkjum og hérna er verið aðeins að lappa upp á Mjólká en mér langar nú bara að benda ykkur á það að Mjólkárvirkjun hún er að framleiða 11 megavatt og hérna við erum eins og staðinni núna við erum að framleiða 22 megavatt á Vestfjörðum en við þurfum 40. Þannig að ég ætlaði nú bara að benda á í hvað stöðu við erum hvað kemur að orku þörf okkar Vestfirðinga og þær spár sem við erum að vinna eftir svona að raforkuþörfin á Vestfjörðum verði 80 megavatt þegar við verðum búin að horfa á orkuskiptin, mannfjöldaþróun og ný atvinnutækifæri. Þannig að það dugir ekki til að lappa þessu upp á Mjólká, við þurfum að huga öðrum leiðum. Þannig að þetta er bara pínu lítið strik og það þarf miklu meira en allt telur þetta og við bindum þetta tölsvöld mikla voni við þá jarðhitaleit sem mun fara fram hér í Tungudal í sumar og ef það gengur á óskum og þá líka að leita jarðhita í Vesturbyggð að það gæti að sparað okkur 10-12 megavatt en það er samt ekki nóg. Þannig að orkumálin held ég verði okkur allavega í þessari bæjarstjórn og Vestfirðingum talsvert mikið á borðinu hjá okkur næstu árin. Þetta er langhlaup og það er einhvern veginn, það eru ýmsar hindranir á leiðinni í átt að aukinni orkuframleiðslu, það er engin góður kostur hér og það er alltaf einhverja svona hindranir á leiðinni en ég vildi svona bara vekja eitthvað til umhugsunar raforkumálin þegar við erum að ræða endurbætur á Mjólkárvirkjun. Þannig að allt skiptir þetta máli. Takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja taka til máls út af þessu lið? Svo er ekki. Þá ber ég tillöguna upp til atkvæða, gefið mér merki. Og hún er samþykkt einróma. Það er mál með 4. Hafnarstræti 15. Óskum óverulega deiliskipulagsbreytingu. Tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar nr. 600 sem framfór 12. janúar 2023 að bæjarstjórn heimili að auglýsa óverulega breytingu á deiliskipulagi miðbæjar og hafnarsvæðis og Þingeyri, Hafnarstræti 15 og 17 í samræmi við 2. málsgrein 43. grein skipulags laga 123/2010 og orðið laust undir þessu lið. Jóhann, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, ég ætla bara að tilkynna að ég er vanhæfur og ég ætla að víkja að fundi undir þessu lið. Takk fyrir það. Jóhann hef vikið að fundi. Þau eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessu lið. Svo er ekki, þá ber ég tillöguna upp til atkvæða. Með gefa mér merki sem eru saman á. Og hún er samþykkt öllum sem eru viðstaddir.
Þá það 5. mál. Aðalgata 17 á Suðureyri, umsókn lóð undir tvíbýlishús. Tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar nr. 600 sem fram fór 12. janúar 2023 að bæjarstjórn samþykki að Nostalgia EHF fái lóðina við aðalgatu 17 á Suðureyri samkvæmt umsögn með þeim reglum sem í gildi eru og settar kunni að verða. Lóðarumsókn fellur úr gildi hafi framkvæmdir ekki hafist innan 12 mánaða frá úthlutun. Og orðið laust undir þessum lið. Gylfi, gjörðu svo vel. Mér langar bara til þess að fagna því að hér sé verið að sækja lóðir á Suðureyri og koma með stórhuga framkvæmdatillögur. Þetta svo sem einn liður í svona stærri verkefni sem við vitum að eru í undirbúningi eða eru í gangi á Suðureyri og ég fagna þessu og ég mun gefa mitt atkvæði þessu til stuðnings. Takk fyrir þetta. Það eru fleiri sem vilja taka til máls. Svo ekki, þá ber ég tillöguna upp til atkvæða. Við gefum með merki sem saman þessu. Það samþykkt einróma. Mál nr. 6. Aðalgata 19 á Suðureyri, umsókn lóð undir tvíbýlishús. Tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar nr. 600 sem fram fór 12. janúar 2023 að bæjarstjórn samþykki að Nostalgia EHF fái lóðina við aðalgatu 19 á Suðureyri samkvæmt umsókn með þeim reglum sem í gildi eru settar kunni að verða. Lóðarumsókn fellur úr gildi hafi framkvæmdir ekki hafist innan 12 mánaða frá úthlutun. Orðið laust undir þessum lið. Það var engin beðið orðið og þá ber ég þetta upp til atkvæða. Við gefum með merki og það samþykkt einróma. Þá erum við 4 fundagerðir sem verða lagðar fram og það nr. 7, það bæjarráð, fundur 1225. Lögð fram til kynningar fundagerð bæjarráðs nr. 1225 en fundurinn var haldinn 9. janúar síðastliðinn. Fundagerð í 8 liðum. Orðið laust undir þessum lið. Það var engin beðið orðið þá. Jó, Gylfi, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég vil vekja athygli á sérstaklega máli númer 3 á þessari fundagerð. Það tölvupóstur ef við vorum ekki búin að fara yfir þetta bæjarstjórnarfundur áður strandsvæðaskipulagið sem nú búið að senda til ráðherra til undirritunar. Til þess að rifja aðeins upp málsmeðferðina í þessu máli þá voru drög lögð fram í vor eða í sumar, umsagnarfrestur í september og svo hafði skipulags eða þessi nefnd hafði þá 11 vikur til þess að fara í gegnum allar umsagnir og taka tillit til þeirra eftir atvikum og svara þeim og leggja svo fram endurskoðað skipulag til staðfestingar ráðherra. Ég hef farið í gegnum þessar breytingar sem að gerðar hafa verið á skipulaginu frá fyrstu drögum og í þessa mynd sem að þarna hefur verið lögð fram og ég fæ ekki betur séð en að í öllum meginatriðum sé verið að fallast á þau sjónarmið sem að Ísafjarðarbær lagði áherslu á í þessu máli. Þannig var til dæmis gert ráð fyrir að pollurinn yrði friðaður. Við lögðum til að það væri afnumið vegna þess að það væri í sjálfu sér óþarfi. Við lögðum til breytingar á skilgreiningunni á náttúruverndinni í fjarðarbotnanum hér inn í djúpinu. Við studdum friðun jökulfjarða fyrir fiskeldi. Það var staðfest og lögðum til ýmsar aðrar breytingar, meðal annars efnisnám á botni sem kom frá fulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Þannig að ég held að þetta hafi bara gengið ágætlega, þetta ferli, og það einstaklega gaman að hafa verið með því þó að það hafi verið á lokametrunum og ég fagnaði að þessi þá komið fram þetta skipulag af þessu tagi eins og önnur skipulag það hægt að taka upp þegar að þörf krefur og þá bara að sjá eftir því hvernig tímanum vindur fram
hversu styrt það fyrirkomulag verður, af því að ein sjónarmið sem hafa verið á lofti í aðdragandanum hafa verið að það sé verið að læsa inni eitthvað fyrirkomulag sem að verði svo ekki hægt að einhvern veginn að bakka út úr seinna mér, og það má hafa, og ég hef svona ákveðna saman með þeim sjónarmiðum, en veit svo sem ekki hverju ætti að breyta, en það verður svo spennandi að sjá hvernig það mun ganga ef aðstæður, ef að forsendur til þess koma. Til þess að draga saman mitt svona ruglingslega mál, að þá fagna ég því að þetta strandsvæðaskipulag sé tilbúið, og við bíðum þá bara eftir að ráðherra staðfesti það, og ég ger ekki ráð fyrir að við munum mótmæla því eða gera nokkur athugasemdir við það. Eru fleiri sem vilja taka til máls þessari fundagerð? Svo ekki þá hún lögð fram. Það 8. mál. Það fundagerð bæjarráðs nr. 1226. Lögð fram til kynningar fundagerð bæjarráðs nr. 1226. Fundurum haldinn 16. janúar 2023 og fundagerð í 8 liðum. Orðið laust út þessu lið. Gylfi, gjörðu svo vel. Ég vil taka aðeins til máls undir forseti, bæjarfulltrúar. Ég vil taka til máls aðeins undir lið nr. 3 sem í raun samhljóða lið sem var á fyrri fundi bæjarráðs. Við erum sem sagt byrjuð að undirbúa umsóknir í fiskeldissjóð, og mig langar að nefna það vegna þess að ég fulltrúi Ísafjarðarbæjar í nefnd sem var falið að ná lendingu mögulega skiptingu eða ná lendingu pólitískt samkomulag með öðrum sveitarfélögum á Vestfjörðum. Það er ekki fyrir sig að það náist fyrir úthlutun ársins 2023, þannig að við munum sækja samkvæmt hefðbundnu ferli sem hefur verið núna allavega úthlutað tvisvar samkvæmt, en stefnum að því að úthlutun 2024 geti farið samkvæmt nýju fyrirkomulagi sem við erum svona að leggja lokahönd á og á svo eftir að fara í umræðu bæði annar staðar á landinu og í ráðuneytinu. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessari fundagerð? Svo ekki, þá hún lögð fram. Það nr. 9, það Hafnarstjórn, fundur 237. Lögð fram til kynningar fundagerð Hafnarstjórnar frá fundi nr. 237, en fundurinn var haldinn 13. janúar 2023 og fundagerðin í 4 liðum. Orðið laust. Það engin beðið orðið, það var þessi fundagerð lögð fram, og þá það síðast máli hjá okkur, það skipulags- og mannvirkjanefnd, fundur 600. Lögð fram til kynningar fundagerð skipulags- og mannvirkjanefndar frá fundi nr. 600. Fundurinn var haldinn 12. janúar 2023 og fundagerðin í 9 liðum. Orðið laust undir þessum lið. Það var engin beðið orðið, þá var hún lögð fram og þá dagskráin tæmd og ég slít fundinum.